Segðu mér aðeins frá þessu fæi, veiðarfæragerð. Hvað eru þið nákvæmlega að gera hérna? Við erum að setja upp veiðarfæri, hanna þau, teikna og viðhalda þeim, gera við og allt sem að fylgir þessu. Þjónustar bara flotann með öllum veiðarfærum. Það er allt frá bara minnstu krókum upp í stóru flóttrollin og allt þar á milli sig. Það er svo landið og miðin. Segðu mér aðeins frá starfsmannamálum. Mér skilst að meðalaldurinn hérna hjá ykkur sé nú svolítið hár. Já, meðalaldur í greininni er að hækka og er orðinn of hár. Við tókum saman í fagráði Netagerðar tókum við saman meðalaldur starfsmanna. Það tókum við saman 2012. Þá var meðalaldurinn 52 ár og það er nú komin hátt í 3 ár síðan, þannig að ég reikna með að við sem komin í 54 ár og endurnýjun er mjög lítil. Hvað skýrir það? Það er kannski áhersla í menntamálum. Iðnnámið hefur því miður verið á leið út á kostnað bóknáms og það hefur alltaf þótt fínt að fara í viðskiptafræðina og þjána mikla peninga og því miður þá sitjum við bara eftir og þetta á bara held ég almennt við iðnnámið. Nú er þetta kannski, er þetta ekki bara nokkuð þægileg innivinna? Jú, þetta er alveg ágætis vinna. Vissulega náttúrulega tökum við tarnir úti í vírasplæsum og tilheyrandi en mikið til inni og vegstaðan orðin ágætlega útbúin þannig að þetta er vinna sem hentar öllum, bæði konum og körlum. Er þetta mikil handavinna? Já, þetta er mikil handavinna og má segja að tækni nýjungar í sjálfu vinnu sé ekkert mjög mikil þegar þetta er á höndum. Við höfum fengið svona hjálpartæki eins og víramælingavélar, uppringara og við erum hérna vel útbúnir, við erum með vél sem að setur í nálar fyrir okkur. Þannig að, en þetta er mikil prjónavinna. Hvernig er svona venjulegur vinnudagur hjá okkur? Við tökum daginn snemma, við erum byrjar að vinna klukkan 7 og svona þegar ekki eru tarnir þá erum við bara til 3:30, klípum bara af tímum og höfum þetta svona bara fjölskylduvænt, þrátt fyrir að við sem orðin þetta gamli kallanir. Hvað eru það að fást við þessa dagana? Núna erum við, þeir eru búin að vera inni hérna 2 togarar, reyndar og brimtogarinn líka reyndar og Þorbjarnartogarinn, þannig að við höfum verið að afgreiða þá og setja í þá. Núna erum við að fara yfir makríltroll fyrir væntanlega makrílvertíð, gera þau í stand, þannig að allt sé klárt þegar þar að kemur. Þannig að verkefnin hérna innanhús eru fjölbreytt? Já, það er mjög fjölbreytt og svo erum við meira að segja með þegar erum við að setja upp línu með líka, þannig að það er eiginlega allt eins og ég segi, frá krókum upp í stærstu veiðarfæri. Og þið eru að þróa veiðarfæri? Já, og við höfum verið núna til að mikið að velta fyrir okkur pókum í botnfiskstrollarana og það er ekki það, við erum svo sem ekkert kannski leiðandi þar en við erum að vinna með mönnum í því að toga pókana á leysanum í staðinn fyrir á netinu og fá svona betri, þegar þetta skiptir líka máli, það eru gæði fisksins. Og það er auðvitað það sem við erum að hugsa að fiskurinn í póka, að hann komi sem ferskastur og heilastur út sem minnst marinn. Hvernig stöndum við svona bara ef við horfum yfir heiminn, hvar eru við? Framarlega á merinni? Við höldum alltaf að við séum fremstir og bestir, en við þurfum aðeins að horfa í kringum okkur. Og ég held að sé alveg saman hvert við förum, hvað við skoðum og við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. Og það er þar sem við eigum að einblína á. Skoða hvað er kringum okkur og sjálfsögðu gefa meiri tíma og peninga í þróunarmál. Þar er oft svona, bæði vantar okkur, við höfum verið að fara í tanka í Hirtshals í Danmörku og það er annar tankur í St. John's á Nýfundnalandi og það er dýrt að fara í þessa tanka en þetta er bara hlutur sem við verðum að gera til að þróa. Við erum að vísu í samstarfi hérna með Fisktækniskólanum og þar höfum við afnotað af litlum tank sem við getum oft byrjað að skoða hluti og það hjálpar okkur mjög mikið. En auðvitað er alltaf betra að hafa betri tæki til að skoða og rannsaka. Það er betra að skoða þetta í raunveruleikunum heldur en að vera að vinna með ykkur tölvumódel? Já, og myndavélar, myndavélar er nú mikil þróun í þeim og annað og orðið svona léttara að komast í þar og þar sérðu strax ef eitthvað er öðruvísi en það á að vera. En náttúrulega mælitækinu borið skipanum líka. Þar eru menn fljótir að átta sig á hlutum ef að hlutumir er ekki að virka eins og þeir eiga ætla sér til. Það er þannig.
Þegar ég heimsótti þið á sjávarútvegssýninguna hérna fyrir einhverjum mánuði síðan, já, þá sagðirðu mig frá því að þið eru svolítið að selja til útlanda og jafnvel bara yfir halvan hnöttinn. Já, sem betur fer að þá fáum við alltaf verkefni og það fóru núna í sumar og haust hjá okkur fóru 3 troll til Maine í Bandaríkjunum. Það vissu voru troll svona að minnigerðinni en samt þetta eru kúnar sem við kynntust 2006, 5 og 6 og þeir eru ennþá að kaupa og versla við okkur og síðan vorum við að sendum við troll til smokkfiskveiða sem voru þau fóru reynda niður til Úrúgvæ og þau eru nóg til veiða við suðurskautið í smokkfiskunum þar eða svona nær suðuróta Ameríku og á því svæði. Þú sagðir þið eru í samstarfi við Fisktækniskólann. Er hann að skaffa ykkur eitthvað hérna að nýju fólki? Það kannski stendur svolítið á okkur líka. Því að við erum, þegar menn komast inn í greinina, að þá eru menn fastheldnir og ég hef sem betur fyrir... Það er ekki mikið starfsmannavelta? Nei, starfsmannaveltan er ákaflega lítil. En eins og ég segið, það eru menn að koma á aldur og það er að koma tíma á endurnýjun og nú þurfum við að fara að leita að ungum mönnum sem eru tilbúnir að taka þetta að sér og leysa okkur af hólmi þegar það er að kemur. Er þá annars hætta á að þetta fari til Kína? Því miður. Það er samt, kannski stærri veiðarfærin eiga kannski hætta að fara þangað en ég held samt ekki því að menn vilja fá þjónustu líka og það er ekkert nóg að kaupa bara veiðarfæri. Þú þarft að fá þjónustu við veiðarfæri líka. Þannig að þar leiðandi þá getum við sem betur verið haldið þess að mestu hérna innanlands. En við þurfum líka að vera vel á verði, gagnvart því sem er að ske og gagnvart þeim samkeppnisaðilum sem eru að laumast á bakvið okkur. Já, þú ert að bjóða hérna margt smátt og stórt bara í veiðarfærum. Já, það verður að taka þátt í öllu. Það eru mólar eru brauð eins og þið sögðu einhvers staðar. Þannig að við verðum bara að taka þátt í því líka og taka það sem að kjafti kemur. Ertu aðalega að þjónusta báta sem koma inn til Grindavíkur eða er það að fara eitthvað hérna landið? Nei, það er bátar hér víða nánast allt land. Það höfum verið að þjónusta það alveg hiklaust. Þannig að við erum ekki bara að horfa á einhvern lokal markað hérna, við horfum út fyrir það. Er einhverja árstíðasveiflur í þessu? Svona á seinni árum er þetta orðið mun jafnara. Þetta var í gamla daga þegar menn voru á vertíðum. Þá var þetta netavertíð og vertíð svona frá byrjun janúar og fram í maí. En núna er þetta nánast jafnara allt árið. Þannig að þetta er svona orðið svolítið öðruvísi.